Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Komið bless og sæl, við heilsum ykkur að sunnan. Héðan úr hesthúsinu í Fákarseli allt gott að frétta, en því miður ekki það sama hægt að segja veðrið sem hefur verið vægast sagt hundleiðilegt. Og það hefur sett svip sinn á heimamenn og gesti. Ég hérna með markasteymi frá Breitlandi, eða vídeokrú sem erum að taka upp Ísland að vetri til og reyna það. Gengur svona svakalega vel. Þetta hefði getað byrjað betur. Já, við erum sem sagt að reyna að selja Ísland að vetri til og það verður kannski bara að sýna það, hvernig Ísland að vetri til. Í hverju lentuð þið í dag? Rosa miklu vindi, reyndum að fara á Sellandsfoss og það var bara rigning og náttúrulega fossinn beint í vélarnar og svona, þannig að það var svolítið erfitt. Og reyndum að fara, við fórum í Gljúfrabúa og ætluðum svo aðeins lengra og það þurftum að snúa við, það bara bíllinn réði ekki við vindinn. Welcome to our first day in beautiful Iceland. It's involved coffee, yeah, cake. Yeah, it's a write-off, unfortunately. But I think this is the nature of filming in a winter wonderland. Yeah, today the weather is terrible. We went out there. We spent the morning battling the winds, battling the rain, the sleet, the snow, and eventually we decided to call it a day because we didn't want to risk the camera equipment. It was getting on its last legs and we thought we might end up damaging our chances of the rest of the week. So yeah, we called it a day. But it was still a nice morning. We captured a few things. We saw a couple of waterfalls, did some off-roading. It was good fun. And tomorrow will be a better day? It has to be. You tell me. Yeah, tomorrow has to be a better day. We hope. Yeah, we've come all this way, so yeah, we're super excited about this shoot. We've got some amazing equipment with us and we want to capture everything as best that we can. So I really hope the weather picks up for us. But it will. Ertu búin að þýða fyrir þá orðatiltækið fallir farar heill? Nei, ég ætla að reyna að gera það eftir. Eða reyna að hafa áhrif á veðrið. Þeir halda að við getum talað við hérna, Þór og Álfana og eitthvað að reynda að byrja að redda þessu. Dagur 2 á Íslandi reyndist betri og strandaglóparnir á Straktahótelinu og Hellu gátu haldið áfram að fanga bæði myndir og hljóð og það gátu við líka. Og í þessum þætti heimsækjum við ævintýralegt fjölskyldufyrirtæki á Hvolsvelli, hestaleikhúsið í Fákarseli og Ólaf í Forsæti sem hefur komið upp einstöku safni í Flóanum ásamt konunni sinni. En við byrjum á matarmarkaði búrsins í allt öðrum Flóa, Flóanum í Hörpu, þar sem við hittum góða vini frá seglbúðum í Landbroti. Það fór ekkert á milli mála að gestir matarmarkaðarins kunnu sannarlega meta það sem seglbúðir höfðu fram að færa. Og sumir þeirra heyrðu líka orðið handverkssláturhús í fyrsta sinn. Aðrir uppgötvuðu að handverkssláturhúsið á seglbúðum ekki gamalt sláturhús sem að búið að gera upp fyrir handverksfólk, heldur nýtt hús þar sem að fé slátrað og gömul og góð gildi í hávegum höfð. Sláturhús sem algjörlega einstakt í sinni röð á Íslandi. Já, hluta þessu byggðamál og varðveita eins og vorum að tala áðan handverk. Þetta ekkert lítið mál að varðveita þetta handverk í sveitinni. En líka að reyna að koma með sem besta afurð á markaðinn. Markaðurinn mikið búinn að vera að tala beint frá bíli og ég hef nú talað um þetta sem slow farming. Það að segja ekki bara slow food, heldur slow farming. Af því við erum með vöruna frá því hún fæðist og þangað til við réttum neytendamanna. Þetta svolítið sjaldgæft í dag að þú ert með allt ferlið
Ég held að þetta sé hægt að gera mjög auðveldlega slow farming og vonandi tekst okkur það. Og af því ég er svo rólegur sjálfur, þannig að þetta er bara slow og rólegur búskapur. Við finnum fyrir miklu meðbyr, við finnum fyrir því að fólk hefur áhuga á þessu og finnst þetta er eftirtektarvert. En síðan verður þetta bara komið í ljós hvort að skilningurinn nær alla leið, skilurðu. Manni þykir margt mjög sniðugt og skemmtilegt, en hvort maður er síðan tilbúin að taka þátt í, það er alltaf önnur saga, Og kannski tilbúin að borga sanngjarnt verð fyrir það. Svo er það líka hinn, en við finnum samt fyrir því að það er fólk sem kemur til okkar keyrandi frá Reykjavík sem vill kaupa þessa vöru sem er svona unnin. Hugmyndin kviknaði fyrir rúmum 10 árum þegar sláturhúsinu á Kirkjubæjarklaustri var lokað og síðan hafa þau hjónin, Erlendur Björnsson og Þórunn Júlíusdóttir, unnið að því að láta hana verða veruleika. Síðasta haust fékkst svo formleg löggilding en leiðin var ekki alltaf greið og þá var gott að eiga góða að, ættingja, sveitunga og stofnanir. 2012 þá kemur Matís inn í verkefni og ég held að við hefðum gefist upp ef þeir hefðu ekki stutt okkur. Bæði erum við náttúrulega mikið faglegri fyrir vikið af því þar kemur sérfræði þekkingin og aðstoð, já, þeir eru búin að taka sýni hér og annað og bara allan hátt stutt okkur í öllu ferlinu, umsóknarferlinu öllu og þar fengum við reyndar styrki til, við hefðum ekki heldur geta staðið undir þeirra greiðslu til þessar skrifræðis alls, en við hefum fengið styrki í það. Draumurinn að halda slátrun í heimabyggð hefur sem sagt ræst og sömuleiðis hefur tekist að vinna meiri verðmæti úr afurðunum, þar með töldum gærunum. Já, það er búið að vera mitt hugafóstur alveg frá því að þessi hugmynd kviknaði að opna sláturhúsina, að láta vinna gærurnar og koma þeim á markað og merkja þær okkur. Þetta er náttúrulega svo yndisleg vara, falleg, lambsgæran er náttúrulega svo, í eðli sínu svo góð, náttúruleg, hlý og góð og þetta er það sem að túristarnir okkar sjá, það eru lömb upp fjöll og firnindi þegar koma yfir sumartímann og þetta er svolítið inn í dag líka, lambagerran, þannig að þessi draumur hefur orðið að veruleika. Við hefum sendt norður alla lambagerðnar, fengið að súta þar á Sauðárkróki og tekið hlutaðum tilbaka og erum að selja frá okkur. Og það er jafnvel núna í pípunum að við látum vinna meira með þær hérna heima. Það er fyrir bóndi sem er bara komin í handverk og hann hefur áhuga á að fá hjá okkur gærur og skapa þannig ennþá meiri verðmæti úr þessu hérna heima. Hráa hambúrgera, þetta er 100 gram. Þetta er sem við kallar tíu. Skerpur. Þannig að við skerum það brot. Skerpur. En hvernig er það með vörurnar ykkar? Hvernig getur maður nálgast þær, keypt þær? Það er eingöngu núna í gegnum heimasíðan okkar. Við erum með heimasíðan seglbúðir.com og netfangið er info@seglbúðir. Og við erum með vörulista, lítinn vörulista á heimasíðunni, hann er alls ekki tæmandi, en bara fólk getur sett sig í samband við okkur í gegnum netið. Þannig að þá get ég keypt bæði læru og gæru? Já, þú tekur bara fram í tölvupóstunum hvernig þú vilt fá kjötið, hvort þú vilt fá lærið heilt eða skorið niður í sneiðar eða frampartinn í súpu eða grill eða hrygginn í kótilettir eða hvernig þú vilt. Kemur þú kannski með og eldar? Nei, ég gef mig ekki út fyrir það. En það kunna nú allir að elda lambakjöt. Þetta er tré og list. Þetta er tré og list. Við höfum ekki tölu á öllum þeim sem hafa bent okkur á að heimsækja Ólaf í forsæti og fá að skoða safnið hans. Einstakt, frábært og fallegt voru ummæli sem gjarnan fylgdu með og þegar inn var komið sáum við að það voru orð að sönnu. Þetta er fjósforeldrar minna sem byggu bara hefðbundi búskap. Svo var þessu breytt í kartöflugeymslu tíma. Við ræktum töluvert kartöflu meðfram smíði. Við bræðurnir og Albert bróður minn og meðan pappa naut við þeirra. Svo var það að safnast hérna bara drasl og ekkert inni þegar konan mín sagði í daginn að þetta gengi ekki, við verðum að gera eitthvað hérna inni að viti. Ég kynni þetta hús venjulega þannig og þá fæddist þessi hugmynd að bara gera hérna listasafn. Og okkur fannst að við þyrftum að varðveita sögu handverks hérna á þessum bæ sem er orðið mjög löng saga. Faðir minn var náttúrulega fyrst og fremst handverksmaður og smiður, hann var lærður byggingameistari og varð landsþekktur fyrir að finna upp vélar til þess að spinna ullina sem þið sjáu hérna inn í safninu.
Og við byrjuðum á því að taka verkstæðið hans eins og það var í kjallaranum á gamla bænum og sem ég alin upp við náttúrulega frá því ég gat skriðið og flytja það hingað út og varðveita það. Mamma var mikil handverkskona líka og þau kynntust út á handverkið, móðir mín og pabbi. Hún hafði farið á húsmæðraskóla, orðið mjög flink að vefa. Þegar hún kemur þaðan þá langaði hana svo mikið að eignast flottan vefstól. Hún bjó hérna upp á Skeiðum, Álfstöðum og Skeiðum. Og þá henni sagt að niður í Flóa sé maður sem geti smíða alla hluti. Og hún hætti ekki fyrir hún fann þennan mann með aðstoð frænkur sinnar, gamallar konu sem bjó hér í sveit og hann smíðaði mikinn forlota vefstól fyrir hana sem þótti með nýjungum sem ekki höfðu áður sést, mér að segja, í sambandi við vindina og eitthvað fleira. En það nægði mömmu ekki, hún tók kallinn með. Í kaupbæti? Já, í kaupbæti. Þannig voru þau þeirra kynni. Þetta olli heilmikilli byltingu sko og hann seldi 180 vélar allt land og til Færeyja. Ef þetta svona, þá verður hringurinn svo lítill hérna og færist minna til og þá lopinn minna teygður. Hér náttúrulega mitt starf í raun og veru svona að stórum hluta. Hérna mitt verkstæði og hérna unni ég mér ákaflega vel. Hérna ég að smíða allt mögulegt milli himins og jarðar. Bæði svona það sem mitt lífsviður væri og svo ég að smíða hér í tómstöndum líka. Þetta hérna gamalt orgel. Svona þessi gömlu dásamlegu harmoníum orgel. Pabbi gerði mikið við á orgelum og þetta sænskt orgel Andersson. Kemur allavega frá Húsavík. Síðan náttúrulega eru hérna munir sem eru frá því að ég var bara unglingur. Í mínum uppvexti þá var maður að smíða. Ef maður fekk leikfang þá jafnvel remmaði það í sundur og þurfti að betrumbæta það og smíða það jafnvel stærra og endurbættara frá grunni. Flugvélar, vindmyllur, allt milli himins og jarðar, flugdreka og það var verið í þessu frá móti til kvölds við þessi gömlu verkværi sem eru hérna. Og það var náttúrulega grunnurinn og að geta fengið að æfa sig og hanna hluti sjálfur. Náttúrulega ómetanlegt. En áhuginn verður náttúrulega verið fyrir hendi að sækja í þetta. Sumir liggja í bókum og öðru og bara hafa áhuga á öðru sviði en minn áhugi snýrist þetta og tónlist. Það búið að vera mín alveg braut í gegnum lífið, svona handverk og tónlist. Það getur hljóma mikið betur sko, það þarf bara að laga það svolítið greið. Ég þarf endilega að drífa mig í það. Fara yfir belgina og svona ýmislegt. Þá þetta alveg dýrgripur. Við opnuðum hérna hjónin 2007. En við förum mjög rólega í þetta. Við höfum ekki verið með bakslaganga auglýsi okkur. Við höfum meira verið með þetta svona sem hugsjón. En við höfum ekki burði til þess að vera að fá hérna sko margar rútur á dag. Því þá erum við að fara að ráða starffólk og ennþá ég með það góða heilsu að ég að smíða og ég hef náttúrulega gaman að því. Stundum heim á verkstæði og stundum eitthvað í burtu. Þannig að það myndi breytast mjög mikið, ef það kæmi það mikið aðsókn þá erum við að fara að gera ráðstafanir að hafa hérna manneskju alveg, en það langt frá því að það sé. Auk verka Ólafs og muna sem að tengjast fjölskyldu hans má sjá mörg listaverk sem Sigga á Grund, nágrannakona Ólafs hefur gert. Þau eru mikli mátar og hafa unnið saman einstaka verk sem einnig eru til sýnis á safninu. Sigga sannarlega tilefni annarar heimsóknar í Villingaholtshreppinn og svo verður líka gaman að sjá hvert framhaldi verður hjá Ólafi í forsæti. En ég á þann draum að byggja við þetta og ég á hljóðfæri sem nú sennilega það stærsta í einkaeign á Íslandi og búið að vera langa tíð og það orgelið úr Landakirkju í Vestmannaeyjum sem að ég bjargaði eftir gos, það var dæmt ónýtt og ég reif það niður og flutti hinga heim og í bílskúrinn á húsinu mínu og ég búinn að spila á það allar götur síðan 1977. En nú á sonur minn húsið orðið og við hjónin byggðum okkur minna hús því að þau vildu flytja í sveitinu með 3 lítil börn og þá kom þessi hugmynd upp að láta þau bara hafa þetta hús og nú ég háður tengdadóttur minni að mega koma og spila en sem betur fyrir hún tónlistarkennari og það auðsótt máli yfirleitt að fá að koma og taka í orgelið. En það væri draumurinn að byggja við þetta og orgelið myndi blasa við þegar maður kæmi inn.
Vetrarferðamennskan blómstrar á Suðurlandi en það margt sem þarf að hafa í huga og margt sem þarf að passa svo hlutinni gangi upp. Og það vita þau í þessu húsi hérna. Við fugum undan Eyjafjöllunum rétt áður en veginum var lokað og varð hugsað til allra þeirra ferðamanna sem að vita lítið sem ekkert sunnlenska vindstrengi og eiga margir hverjir erfitt með að átta sig á hversu mikil áhrif jöklarnir og hinn háu fjöll hafa á veður og færð. Og kannski erfiðast að öllu að skilja að það getur verið mismunandi veður á fáeinum ferkilometrum. Logn á Hvolsvelli, andstyggða veður í Fljótshlíðinni og svo allt í besta standi inn í Þórsmörk. Já, ég náttúrulega býð inn í Fljótshlíð, þannig ég get nú eiginlega ekki samþykkt þetta, en jú, það reyndar. Þú myndir aldrei kvittundi vont veður það? Nei, en það sem ég tiltölulega nýfluttur inn í Fljótshlíðina sjálfa, þá ég nú alveg, ég meðvitaður þetta, að þetta sé nú alveg mögulegt og sérstaklega í austanátt þá getum við verið í bara tiltölulega góðu veðri hérna á Hvolsvelli, þar sem að Hvolsvelli sjálft skilur Hvolsvelli en síðan hins vegar inn í Fljótslíðinni þá getur alveg verið aftaka veður. En við höfum samt gott á okkur að við höfum aldrei cancelað ferð sem slíkri. Okkar mest selda ferð í dag eitthvað sem heitir South Iceland Adventure Surprise, þar sem við erum bara að taka fólk á þá staði sem henta bara hverju sinni, bara með færð í huga og veður. Og líka við setjumst oft bara niður með fólki í dagsbyrjun og spyrjum bara hvað þau myndu vilja sjá og hvað þau myndu vilja fá út úr deginn. Við gerum út að vera af svæðinu, við erum South Iceland Adventure og eins og nafnið gefur til kynna þá viljum við séra á okkur svolítið í Suðurlandinu. Við leggjum svolítið mikið upp úr því að bjóða upp á sérsniðnar ferðir fyrir hópa, jafnvel bara litla fjölskyldur, jafnvel einstaklinga. Við reynum að fara reynum að leggja áherslu á vetrartíman, þar sem við náttúrulega erum að reyna að harka og reynum að byggja upp meiri ferðamannastraum. Við erum til dæmis með kofa upp á Sprengisandi sem við kallum Midgard Adventure og þar erum við að fara með ferðamann yfirleitt mjög litla hópa í skála sem við eigum þar upp frá og erum að leika okkur þar í 3-4 daga með snjósleða með jeppunum, við erum að veiða í net og búa til svolítið öðruvísi upplifun heldur en kannski fólk fær í þessum dagsferðum. Draumurinn var vaknaði í Nýja-Sjálandi þar sem ég var að bakpokaferðalagi með félögum mínum og ég var þar á stað sem heitir Queenstown sem svona talað ævintýrastaður jarðarinnar og við festumst í Queenstown. Ég fór þangað bara til þess að fara í teygjustökk og ætluðum að vera bara 1 dag og svo ætluðum að ferðast Suðureyjuna. Við bara festumst þar í einhverja 12 daga. Þetta var svo gaman í Queenstown og það var svo mikið að gera og svo skemmtilegt fólk hérna. Og það var í einni ferð, við fórum í einhverju norðurljósaferð þar sem að gætir sýndu rosalega mikinn áhuga á Íslandi. Þannig að ég fór að spyrja um umhverfið hérna og ég fór náttúrulega bara að segja frá Eyjafjallajökli og eldfjöllunum og jöklaánum og fjöllunum sem við erum með og hvað við gerum hérna okkar til skemmtunar og svona. Og hann einmitt spurði og benti á, þetta þá ekki bara alveg svo Queenstown? Og þar sem við erum núna og þá bara komið allt sem ég hefði verið að gera senast í 10 daga þá tengdi ég við allt umhverfið sem var hérna á Hvolsvelli og ég bara, get ég gert þetta af atvinnu minni. Siggi Bjarni vann með pabba sínum við húsasmíði og tók virkan þátt í starfi björgunarsveita í tengslu við gosið á Fimmvörðuhálsi og Eyjafjallajökli og varð vitni af þeim ótrúlega fjölda erlendra ferðamanna sem komu til landsins. Hann varð að láta drauminn rætast. Ég fór bara á fyrsta degi sem ég losnaði í bæinn og bankaði upp á alls konar stofnurum og var að spyrja hvernig stofnaði ég fyrirtæki og ákvað þannig að í rauninni að fara ekkert úr Reykjavík fyrir en fyrirtæki væri komið að ég var búinn að klára pappírana. Og svo bara gekk ég á milli stórborganna og ferðaskrifstofa í stórborgunum og fór að kynna mig að ég var Siggi frá Íslandi og byggja undir eldfjöllinu sem stoppaði fluginn. Þá byrjuðu hóparnir að streyma inn og þá náttúrulega var mjög fljótt að ég þurfti eitthvað með mér sem ég var bara, komið það mikið að gera að ég réð ekki við þetta einn og Addi var mjög fljótur að bjóðast til þess að koma og hjálpa og sagðist ekkert þurfa að fá borgað þetta sumarið, hann vildi bara vera með. Og við erum mjög stolt af því sem við gerum þetta. Þetta lítið fjölskyldufyrirtæki, við erum, eins og ég segi áðan, 9 manns. Þetta allt fjölskylda á vinir og kona mín að vinna, mamma mín framkvæmdastjóri. Þannig að þetta er bara eins og þetta á að vera. Sumarið 2013 þá ákvað ég að taka launalaust leyfi og fara með þeim og fara aðeins að garfa í bókhaldinu þeirra og fá kannski að gæta aðeins með því ég er nú leiðsögumaður líka.
Og ég var bara búin að vera hérna í viku hjá þeim með tölvuna á hnjánum og út í einstakaferðum þegar ég hringdi yfirmann minn og sagði henni ég ætlaði bara að segja upp. Þannig að ég naut þeirra forréttinda að geta sagt upp og ráði mig sjálf á þess að spyrja kóngni prest. Í dag eru eigendurnir 4, vinirnir Arnar Gauti, Siggi Bjarni og Stefnir Gíslason og pabbi Sigga Bjarna, Sveinn Sigurðsson. Fjölmargir hvolsvellingar hafa lagt þeim lið frá upphafi og sjálfur segjast þeir bara vera strákar sem búi við þann lúksus að fá að vinna við að leika sér úti. Leika sér áhyggjulausir með mömmu við stýrið. Ég segi við strákarnir sko oft andvaka yfir einhverjum rekstrarlegum þáttum. En þegar ég fer út þá man ég ekki einu sinni hvað það var sem ég hafði áhyggjur af. Og nautnin í því að geta blanda þessu svona saman er náttúrulega algjör, hún er dásemd. Fyrir egóið er þetta líka skemmtilegt. Það eiga ekkert allir vonaði að miðaldra kona komi og pikki þá upp á stórum jeppa. Og ég held að það hafi aldrei verið eins margar myndir teknar af mér. Eins og þegar ég er að tappa loftinu af og dæla í við Seljalandsfoss. Það er skemmtilegt. Ég leyni því ekkert. Það eru nákvæmlega 17 mínútur í sýningu og það er allir svo rólegir og slakir. Er þetta alltaf svona? Já, það er það eiginlega alltaf svona núorðið. Þetta er náttúrulega orðin svo reyndi krakkar er búin að sýna svo oft með staðum. Þetta var ekki svona fyrst, ég lofa því. Fákasel er hestabúgarður í Ölfusinnu og blasir við þegar ekki er á milli Hveragerðis og Selfoss. Þar er margvíslega afþreying í boði sem að stórum hluta tengist íslenska hestinum og nú erum við sem sagt á leiðinni í hestaleikhús. Við höfum lent í ýmsu sko. Til dæmis að þá lentum við eins og því að einn hestur sem átti að fara inn í atriðin, hann bara slapp út. Hann losaði sig og hurðin var opin, hann bara fór. Nennti sig ekki? Já, og bara allt einhverja aðra hesta út. Og ég hljópa eftir honum, þá var ég mitt af þessum hestimanni og ég hljópa eftir honum og hljópa alveg eins og ég gat lengst út á tún sko, hann var komin þetta lengst í burtu og rétt náði ég, það munaði bara upp á sekundu og ég náði inn í atriði sko. Yfir 300 sýningar eru að baki á því sem við getum kallað stærsta leiksvið landsins og það er sýnt klukkan 19 alla daga vikunar. Sumir þáttakendurnir hafa verið með frá byrjun og sum atriðin kalla á sérhæfingu. En flestir hestarnir eru það sem kalla má venjulegir, góðir íslenskir hestar með gott geðslag. Þeir aðlagast alveg ótrúlegustu hlutum og geta lært alveg ótrúlegustu hluti. Þetta eru náttúrulega bara svona magnaðar skepnur. Hafa þið gaman að þessu? Ég held að. Ég held að flestir hverjir hafa gaman að þessu en við náttúrulega reynum að passa svolítið upp á líka. Ég er með, sko, við þurfum svona 12-15 hesta í hverja sýningu. Við erum með svona 35-40 hesta í heildina. Þannig að þeir fara yfirleitt svona 15 sýningar í mánuði eða minna. Ég er með rúmlega 2-falt gengi. Þannig að þess á milli er þjálfaðir á einhvern annan hátt eða þá í fríi. Er nokkur með stjörnustæla? Það er svona eftir einhvern á það liti, sko. Já, þeir náttúrulega verða sumir svolítið öryggi með sér, sko. Fá svolítið mikla athygli. Nei, þeir eru allir hafa sér allir mjög vel. Eru þið svona mikli vinir í alvörunni? Já, hann er mjög góður vinur minn. Alltaf þegar maður er komin í kjólinn og er að fara í atriðið, þá hneggjar hann alltaf og mann tilbúinn í þetta, sko. Þannig að hann veit alveg hvað er að fara að gerast? Já, hún finnst það mjög skemmtilegt. Eru þið búin að þekkjast lengi? Síðan ég byrjaði að vinna hérna. Ég byrjaði að vinna hérna seinustu sumar. Svona fyrir þá sem að vita nú ekkert hestamennsku, er þetta ekki aldrei mikið mál svona þegar þú krýpur undir á? Maður þarf bara að treysta hestinum og bara þjálfa hann upp í það að hann standi kyrr og svo bara að treysta honum að hann fari ekki neitt, bara vera rólegur. Ætlarðu að leggja þetta fyrir því í framtíðinni? Já, ég ætla að starfa við þetta í framtíðinni. Og hvað þá helst? Ertu búin að ákveða það? Bara ég ætla að fara á Hólaskóla og útskrifa sem reiðkennari og bara reka tamningastöð heima. En þannig að þú ætlar ekkert að verða hestaleikona? Já, það er nú kannski alltaf lægi að vera með í þessu svona inn á milli. En síðan er alveg fullt starf að reka heila tamningastöð. Hugmyndin er að þróast þannig að Guðmundur Ólafsson, aðalframkvæmdastjóri og vinur minn, hann á svona grunnhugmyndin að þessum stað. Og ég held að hann er bara komið þannig til að hann keyrir hér fram hjá mjög reglulega eins og margir flestir Íslendingar gera og sá hérna gríðarlega flotta aðstöðu og ofsalega flottir staðsetningu og sama tíma erum við að upplifa gríðarlega aukningu í ferðamönnum.
Það til dæmis fara 18 til 20% ferðamanna erlendir á hestbak á Íslandi og hugmyndin svona spennist út frá því að ef svona margir vilja fara á hestbak þá hljóður alltaf vera rosalega margir sem eru forvitnir um íslenska hestinn og vilja kannski vita um hann, læra um hann, komast nálægt honum og nær honum. Þið sjáum þá við að það eru útlendingar stoppandi út í vegkanti til að reyna að komast nálægt hestinum og klappa honum. Þegar fólk yfirleitt ekki búið að vera hérna lengi þeir átta sig að því að hesturinn stór hluti af okkur, stór hluti af okkar sögu og okkar kultúr og okkur fannst hún að vanta kannski svona þennan fyrsta glugga, þar að segja að sem fólk getur komið og fengið að kynnast honum, komast nær honum, klappa honum og læra um hann, svona kannski svona óformlega þannig, en ekki endilega fara á hestbak. Það eru fullt af góðum aðilum sem er til í það og við vinnum bara með þeim ef fólk vil fara á hestbak, en við erum ekki að séra okkur í því, við sérum okkur öllu sem kannski kemur þar á undan. Og ég segi stundum svona í gríni og alvöru að markmiðið er svona að gera fólk það forvitið að fara heim og googla íslenska hestinn og fara þá kannski á hestbak næst eða eitthvað svoleiðis. Rjóminn er engu líkur. Gott í matinn frá MS.